Hvað málið með hann að Gumma Ben? Mikið djöfull getur hann öskrað. Hvað gerir hann eiginlega næst? Öskra upp í raskati á sér. Góðan daginn, gleðileg jól. Það massreindar en það skiptir ekki máli. Við erum velkomin í glænýjan þátt. Gleðileg jól? Ég veit það ekki. Það er komin glænýr þáttur af Óla og Hjóli og eins og ég sagði örgli seinast þætti, ég er hættur að telja hvað þáttur er. Jæja. Af því ég segi alltaf vitlaust. Já, það er líka ekki mars, það er febrúar. Við erum að taka þetta upp í febrúar sem þáttur kemur út í byrjun mars. Það er alveg að vera að sokka með hennar hægri vinstri. Ég verð að byrja á einu. Já. Er hárið á mér í lagi? Hárið er, já, það er bara svona flott. Þetta er bara geggjað. Bara geggjað. Það var nokkið trúverið til þér, Ólafur. Þetta var flott, allavega eins og glöggir áhorfendur sjá er Lil Basti co-host ekki í dag. Hann ákvað að senda mig í gærkvöldi. Ég er að fá próf í skólanum á morgun klukkan 13:30 þannig ég kemst ekki. En það er alltaf við erum komið rándýran co-host Guðjón Smári. Gera lítið úr því að hann sé að mennta sig. Mentun er máttur. Þetta er akkurat ástæðan okkur ég var skítrættu við hann. En allavega, aðal gesturinn í dag Gummi Ben. Hvað segir gott? Ég segi frábært. Velkomin. Takk kærlega, takk fyrir að fá mig. Bara heiður að fá þig. Í hvað er ég komin? Þú ert komin í einhverja veislu. Þú ert komin í hlaðvarpið Ólafur og Hjóli. Hvernig finnst þér nafni Óli á Hjóli? Mér finnst það reynda geggjana. Það var eiginlega djók fyrst sko. Ég vissi ekki hvað átt að skýra podcast og það var einhvers að segja við mig Óli á Hjóli af því að ég heiti Óli og Hjóli rímar við Óli. En ertu einhvern veginn Hjóli? Nei, nefnilega ekki, þannig að þetta passar eiginlega ekkert sko. Sko, ég fór í smá ham í dag. Ég og Ólafur vorum að gera vídeo í morgun. Óbáslega skemmtilegt og það var sprella mikið og djókað og svona. Svo hugsaði með mér, ég ætla að fara heim og leggja mig. Það var alveg eldsnemma í morgun. Það var klukkan 10 í morgun. Hvernig tókum við myndbandi? Við tókum upp myndbandi klukkan 10. 10 í morgun. 10, já. Svo fór ég heim og ég fór í ham. Ég sat fyrir framan tölvuna og hugsaði, hvað langar mig að ræða í dag? Ekkert endilega eitthvað svona við erum endilega ekkert að kynnast of mikið alltaf. Þetta er bara margt sem ég langar að tala um og fara yfir. Nei sko, hann er örugglega meiri undirbúnur en ég sko. Já, það finnst mér ógeðslega að fyndi. Ég er með 3 liði. Hann er með 3 liði. 2 langa og 1 stuttan. Ok, hvaða liði ert þú með? Mér langar bara að vita það fyrst. Herðu, ég er með 1 auka liði líka. Ég er með spurningar unga fólksins. Já. Ég til ég að byrja á því eftir smá. Svo er ég með hérna, ef þú myndir einhvern tímann vilja, Guðmundur, ef þú myndir einhvern tímann vilja rýbranda þig, þá er ég með 8 leiðir fyrir til að gera það. Ok. Svo er ég með... Hann er búin að vera sko fótboltamaður, þjálfari, sjónvarpsmaður. Lýsandi, er ég að gleyma ykkur eða? Nei. Þú ert svo mikið kokkur. Kokkur, já. Heldur betur sko. Góð manneskja. Já, reynir það. Svo er ég með hérna lið bara spurningar til Guðjón Smára. Ertu með lið spurningar til sjálfan þins? Svo er ég mannstu með hérna brandar og hotnið. Ó nei. Það er hræðilegt. Ég opnaði fyrir spurningabóks í vikunni. Fyrir hvert þátt þá spyr ég alltaf fólk hvort að vilja koma ykkur áliðis og það aðalega brandurum. Hann er sem sagt með útvarpsþátt á FM 957 sem heitir Grjótið. Já, takk. Á milli 12 og 4 á laugardögum. Og mér datt í huga að gera það líka fyrir þig. Takk. Þannig að ég setti upp smá svona box þar sem fólk getur sendt inn svona Gumma Ben brandara. Yep. Og ég var að pæli meira sér hvort að þú myndi vilja lesa þá. Ég get gert það. En ég svona lesa þetta er óþroskað. Já. Ég er þar. Þetta er svo mikið kæjars, ég elska það fyrst. Við gætum alltaf að byrja þetta á neglu og farið í það sko. Já, en þá sé ég skjalið. Já, þú mátt ekki sjá skjald. Já, þú verður meila enda því sko. Þú verður meila enda á þessu. Ég spurði Instagram hvort það eru með einhverja spurningar fyrir þig. Já, heyrðu. Og það kom alveg slatt inn sko. Jæja. Og ég er ekkert búin að lesa það neitt. Þannig að við förum alveg í þetta. Frá unga fólkinu. Þetta er svona mestmegnis unga fólki. Já, það er mestmegnis ungt fólk að followa mig af því að, já, allir yfir 30 hefur ekki hugmynd hver ég er. En það er bara að fyndi. Ég ætla að taka ykkur í brain freeze. Ekki gera svona lítið úr þér, Ólafur. Byrjar hann. Svo leiðilegt þegar fólk gerir. Mér finnst það að vera góður stuðningur við þið. Ég er mjög sterkt. Hann er besti stuðningsmaður. Hann er alltaf að gera svo lítið úr sér. Ég vil bara hann trúi á sig. Ég held að fullt af fólki viti hver þú ert. Já, ok, takk fyrir það. Ég ætla að taka ykkur í brain freeze. Veistu hvað það er? Gaurin er kóngurinn á TikTok sko. Byrjar hann. Senst að það er bara leikur sem ég spyr ykkur flokk og þeir er að nefna eins mikið og getið. Ok. Guðjón er mjög góður í því. Við erum ekki farið að strax, Guðjón. Ok.
ég frétt að þú er með spurningar unga fólksins. Ég er eiginlega bara skítræddur við það. Eigum við að byrja á því? Ef ekki bara byrja að kynnast gestinum okkar Byrjum á því að sjá hversu mikið þú ert in touch. Hann er með mjög mikið ADHD og ert ekki búin að taka eftir því. Ég er ekki með neitt ADHD. Ég ætla að kynna hana liðin, Ólín, en þú er með svona Þannig er þetta alltaf á FM, sko, þá er alltaf spurningar unga fólksins hér á FM. Hvað vilt ok, bara radio music? Nei, settu bara á a song for the younger generation. Ég skrifaði radio music og þetta er Nei, ég vil a song from the eitthvað svona það sem að unga fólki skilur hvað ekkert plana hjá okkur, sko. Settu bara á eitthvað sem að unga fólki settu á Pretty Boy Choco. Nei, ekki vera koppir þetta Rétt hjá þér. Herðu, ég ætla bara að fara beint út í þetta. Þetta er spurningar sem að unga fólki brennur gjörsamlega á. Já, sem brennur á unga fólkinu. Já, þetta er það sem að þau eru að tala um. Þetta er meira svona orðið á götunni hjá krökkunum og unga fólkinu og veit Gummi Ben hvað er verið að tala. Þannig ég byrja á spurningu 1. Ég ætla að setja þarna cool kid music. Þú mátt bæði svara og segja mér hvað það þýðir. Ok. Gummi Ben, hvort fílar þú meira? Gella með Giat eða Gugga með Hella Riz? Þetta er svo hræðileg. Ég get ekki svara þessu bjarga lífi mínu. Ég hef ekki grænan. En ertu meira fyrir gellur með Giat eða Guggu með Hella Riz? Ég ætla að segja Giat. Þú fílar Giat? Ég held það. Svo hræðilega liður. Það er gott, gella með Giat því svona gella með alveg svona ofvoksin bossa. Já, ok. Og Gugga með Hella Riz, það er hún kann að reyna við strákana. Hún kann að ná þeim niður, sko. Spurning 2. Hvort sökkar meira að sjúga ekki upp eða spliffa eina feita? Ég veit ekki hvað er í gangi, sko. Þetta er bara spurningar þetta er bara það sem að krakkarnir út í bæ eru að tala um. Já, ok. Báði, ég kem ekkert nálægt þessum lið. Má ég heyra þessu aftur? Hvort sökkar meira að sjúga ekki upp eða spliffa eina feita? Að sjúga ekki Döp. Já, sammála. Við erum á móti fíkniefnum með þessu podcasti. Spurning 3. Er betra að mafsa á Juicy Burger í Netflix og chili eða slæsa sig allarleið downtown í einhverju mafsi? Það er miklu skemmtilega að slæsa sig allarleið downtown bara. My man. My like. Hvort er meira Riz að vera með Good Shit Game eða Ryan Gosling lim? Þú þekki ekki Ryan Gosling minn, ekki heldur. Hann er bara rosalegur. Já, við erum að tala um að hann er helvítis limur, hann Ryan Gosling. Við töngum það ekki á honum. Hvað var hitt? Að vera hvort er meira Riz að vera með Good Shit Game eða Ryan Gosling lim? Ég ætla bara að fara í Good Shit Game. Já, það er bara hárrétt hjá þér. Já, ekki? Jú, ég segi bara Hvað rétt eða rándi í þessu? Greinilega. Nei, þetta fer bara eftir manneskjunni. Já, reyndar góð punktur. En á ég að segja ykkur af hverju hvað er þessa spurning að koma? Nei, hvað Já, ég veit hvað að koma. Ég veit hvað að koma. Ég skrifaði þessar spurningar út af því að þann 2. mars ég sé á Instagram hjá mér, ég er í vinnunni bara auglýsingu frá Ástóri Magnúsinni sem er sérst í forseta frambóði Enn einu sinni og ég hugsaði með mér fuck it, senda á hann, blessaður, má ekki bjóða þér að koma á FM 957 smá viðtal. Jú, veistu, þetta er bara frábær hugmynd, þannig að hann er að koma í útvarpsþáttinn minn, þá ætla ég að taka hann, hvað er hann gamall? Ætla sé ekki 60. Já, hann er hvarn beint í spurningar unga fólksins. Svo líka sko Á hann eftir að koma? Hann á eftir að koma. Þegar við erum að taka upp þennan þátt á hann eftir að koma, en þegar þessi þáttur er komin út er hann búinn að fara, nefnir það 2. mars. Ég man ekki hvernig þessi þáttur kemur út. Það var ógeðslega fyndið þegar hann kom. Var ekki gaman Guðjón? Það var ógeðslega fyndið. Heyri, núna þegar Guðjón er búinn að ná smá galsanum sínum út Já. Ég man ekki hvort ég sagði hann. Látum aðeins hugan reika. Núna ætlum við að fara bara spjalla smá. Bara fyrsta lagi, hvað segir gott í dag? Ég segi frábært. Hvernig er svona venjulegur dagur hjá Gumma Ben? Venjulegur dagur byrja svona, ég myndi segja milli 7 og hálf 8 á kvöldin. Nei, ekki svo gott. Ekki svo gott. Það væri veisla. Vakna fyrir fréttir maður. En síðan eru allir farnir í skólan og vinnu og þá get ég jafnvel lagt með aðeins aftur bara. Það er Geta nú verra. Það er ekki verra, stundum er það bara nauðsynlegt. Annars er ég alla jafna að vinna á kvöldin. Svona. Þú ert aldrei mikið að lýsa leikjum eða ekki? Jú, ég er að lýsa leikjum
mörg kvöld í viku og ég vilt Hvað eru skemmtilegustu leikinir að lýsa? Það eru bara úrslita leikir það sem allt undir Allt undir Já, það sem að leikurinn skiptir öllu máli og það svona að því að maður var í íþróttum sjálfur og spilaði og þegar maður getur það ekki lengur þá missir maður svo mikið svona eitthvað úr lífinu svona þess að spennu og þess vegna þetta svona, ég ætla ekki að segja þetta er þriðja besta, næst besta að vera síðan þjálfari og þetta er þriðja besta að fá að vera skemmtilegasta var að spila sjálfur það kemst ekkert nálægt í Þú náttúrulega sko, ég var að skoða bara ferilinn á Wikipedia-an ég bara googlaði Gummi Ben og ég vissi alveg að þú ert búin að spila í Belgíu og allt það en ég vissi ekki að þú ert næstu bara farin í þú veist, ensku deildina þegar þú veist yngri Já, það er svoleiðis Það er nefnilega, já, það var á dagskrá bara þegar ég var 15 Jæja en alltaf verið boltakall Já, alltaf verið það sleiti krossband, þetta bara 15 ára Það er ekki gott og það svona breytti aðeins það breytti aðeins veginum síðan þetta fara en fór ekkert verri veg samt sko. bara fór góðan veg og skemmtilegan Hér ert þú í dag og hér er ég komið til dæmis þannig að ég get ekki kvartað Ég sleitaði mitt líka á hjólabretti sko Það er ekki gott að slíta það var ekki næs sko Það varstu atvinnumar í hjólabretti Nei, þetta var í svona abandoned skate park svona rosa cool punkstaður svo meitti ég mig svo mikið að pabbi þurfti að koma að halda á mér burtu sko það var Það er að gíska hvaðan Guðjón er frá þú veist hvaðan á landslitanum hann er Vestmannaeyjum Hann er frá Vestmannaeyjum Hann veit þetta alveg Hann alltaf Það fylgist með ædolunu Já, það fyrsta sem hún sagði hérna Pynda, ertu ekki Guðjón úr ædolunu? Ertu ekki hann að gæði sem gleif mikrofónin hana? Ég spurði hann ekki það Ég sagði Gau í ædol Já Fannst þér ædolu skemmtilegt? Já, ég bara hafði mjög gaman að því Já, mér finnst það líka skemmtilegt sko Það var svo gaman að horfa á þetta frá augum áhorfandans í seinna skiptið Það varst mér frábært Mér finnst það mjög skemmtilegt Þetta er aðeinslegt Þú náttúrulega vinnur upp á Stöð 2 Veistu hvort það kemur Season 3? Það mátti ekki segja Þið vinnir báður upp á sín Það vinnur upp á sín Ég veit ekkert um það en ég er mjög hissa með hvað þetta gekk vel tókst vel til núna ég er mjög hissa að verið ekki Já, ég veit ekki neitt sko en ég held að það komi smá bið en það kemur, ég held að komi pottið sería 3 Segi ég sem hefur yfirleitt verið þannig að það komi svona bið hérna á Íslandi að því að þetta er ekki stæðsti markaður í heimi en ég veit ekki, 2 ár í röð bara mjög góða serjur og akkur ekki Nákvæmlega En það er sko, það er ein spurning sem kom á talandi sjónvarserja kom ein spurning mjög oft inn á Instagram hjá mér Jæja Hvenær kemur ný serja af Ísskápastríð? Já Þessa spurningu fæ ég nánast daglega Það? Já Og ég vildi geti svarað henni en ég get bara ekki alveg svarað því Það var á dagskrá skal ég segja ykkur að gera seríu núna snemma á þessu ári en hún Eva Laufey sem hefur verið með mér í þessu hún er ólétt Hún er ólétt Já, og þess vegna var því slegið á frest en ég á allt eins svona því að þegar að Eva er búin að eiga og komin á stjá aftur komin í eldamennskan og fullt aftur þá verður það klálega að skoða á nýjanleik Hvor er betri kokkur, þú eða Eva? Eva er miklu betri kokkur en það er mjög stutt ég verði betri Þú er stemmingskísin Ég er nefnilega, ég er stemmings Þetta eru skemmtilega þættir Stemmingskokkur Já, veistu, ég er alveg til að koma Er það ekki? Jú Ég er nefnilega, ég á ekki vonu öðru Nei, sko, ég man eftir að ég sá þess að þætti fyrst þegar þriðja serið var í gangi og ég horfði á fyrsta áttum, mér átti geggjaður en svo var ég bara býtið þar, 2 heilar seríur þannig að veistu hvað veistla var í gangi hjá mér eftir Ég átti það inni Þannig að það var stemmingin Svo varstu náttúrulega með föstudagskvöldin Jú með Sóla Hólm, það voru góðið þættir Það voru æðislega þættir Það er alltaf gaman að vera með Sóla Hann er frábær Já, hann er sturlaður Ef þú mættir gera einhvern einn sjónvarpsþátt núna bara hvað sem er, hvað væri það? Sko svona anime Þú sagði bara hvað sem er Ég veit að Mér hefur dreymt í alltaf langan tíma að gera
Would I Lie to You ég veit ekki hvort þið hafið séð það er Satt eða logið? Satt eða logið sem var gert síðan hérna, það finnst mér ógeðslega gott sjónvarpsefni sko, það finnst mér, ég horfi bara ég bara býð, þetta sýnt á föstudum núna held ég er komið ný sería? BBC, það er bara já, erlenda það er ennþá fullu gangi seríur hætt ekki í útlandum sko, ég vakna á nóttinni til að kíkja á það eftir að búa frumsýna jafnvel þóttu veist ekkert hvaða gestir eru já, skiptir mig engum máli mér finnst þetta svo skemmtilegt á íslensku þú þekkir ekki fólkið þú veist, þú bara svona, hei á þessi gæi samt í sko, ef maður fylgist eins og ég fylgst mjög lengi með bresku sjónvarpi og bara svona nánast öll á Englandi að ég kannast eila við alla þetta er fólk sem er verið í sjónvarpinu það er íþróttafólk og það er bara alls konar uppistandarar og þess áttar sem að koma sem gestir já. Það er ég bara þetta er líklega minn uppáhaldsþáttur bara í sjónvarpi ever það? Já, ég horfði svo mikið á Satt eða logið og ég hugsaði, vá hvað þetta er gott konsept þetta er nefnilega geggjað konsept hvað voru margir? Ég held að vera bara 2 seríur ekki sem voru gerðar hérna heima það var sko Satt eða logið út af því að Logi Bergmann var yfir eða just kynnir svo kom sería 2 þá var hérna hann úr hérna Benni úr Hraðfréttum þannig þá var þetta Satt eða logið með Benna var þetta ekki á Stöð 2? Hvað liði heldur í ensku? Vá, ég var actually að hugsa þessa spurningu líka ég er ekki eins og Manchester United já, þá erum við góðir ég hef alltaf verið United maður en sko veistu hvert ég er að fara á morgun? Já ég gerir ráð fyrir bara út frá því hvað við vorum að tala og þá var ég jafnvel að fara til Englands já, og veistu hvert í Englandi? Manchester United heldur betur já, góðan og ég er á völlin að fá völlin sko hvaða leik? Man U Fulham á laugardaginn já, það er jafnvel möguleiki á sigri já, ég sagði þetta líka þegar ég fór í fyrsta skipti á Man U Newcastle og var leiðilegasti 0-0 leikur sögunar já, það er einmitt það sem ég svo hrættu við að fara á svona leiki og það var fyrsti leikurinn sem ég fór á nú er ég að fara á leik nr. 2 og mannst ekki þegar Ronaldo stal boltanum og skoraði aukt markið það var bara þar senast ári ég man ekkert alltaf heyrðu, ég er með eina svolítið góða spurningu sem ég er alltaf að pæla því ég horfi ekki mikið á enska út af því ég held með Leeds það er bara pappi held með Leeds og þá bara, þú veist, ég fekk aldrei þetta Liverpool, Manchester, það var bara Leeds og hérna þeir voru frábæri í gamla dag og það var æðislegt að horfa á þá í byrjun þegar þið komið í ensku, þá horfði ég rosalega mikið sko, svo duttuður aftur út þannig að ég bara svona datt svolítið út sko, en það sem ég hugsa alltaf var hvernig í Guðs dóma vitið þið hvað allir þessir menn heita það er bara, herru svo hliðalínu það eru hérna litla frænkan hans Cheryl James, ég er bara, þetta er magnað mér finnst það svo gaman, svo sérstaklega þegar þú ert að lýsa landsleikjum og þú veist, við erum að keppa mútið einhverju liði sem maður þekkir ekki neitt leikmann já, bara ganganistan sko og svo kemur einhver gæi upp í stúku og þú bara, já þetta er þú veist, þessi gæi, hvernig undirbúður þið fyrir að lýsa leikjum? Þú getur ekki undirbúið fyrir hverju sitt upp í stúku af því að maður veit ekki hver verður þar en undirbúningurinn er bara, hefur eiginlega alltaf verið alveg eins að það sem að ég bara tek leikmannahópana hjá liðunum sem ég er að fara að lýsa og ég bara kynni mér allt alla leikmennina já, þú ert búin að læra þetta fyrirfram já, en auðvitað ertu síðan bara með byrjunarliðið og ég til að mynda, ég skrif alltaf upp liðið þegar kom í byrjunarliðið hverju byrjun á, þá skrifa ég upp ég er með á blaði fyrir fram að mig já. Að því að, þú veist það kemur fyrir að maður mun ekki nákvæmlega hvað einhver 1-2 heita en í öllum þessum stærri liðum þá er þetta leikmenn sem maður búin að sjá svona 400 sinnum og maður veit hverju það eru en þú horfir á alla leiki? Já, ég horfi allt og mikið satt að segja, af því að þegar ég er ekki að vinna þá er ég samt að vinna þá er ég að horfa á þetta og þú veist, maður þarf að fylgjast með öllu til þess að vera bara með Ég var að muna núna þegar þú segir hann að getur ekki undirbúið því undir fólk upp í stúku veistu hvað klippu ég með reddi? Það gæti verið U2 Rettunum á Ramsey Monaco 0 Arsenal 2 Og hvað kemur núna? Bono! Þetta er svo gott, ég elski þetta sko Þetta er svo gott Þú ert í alvöru stöðu þarna Ég vissi ekki að hann væri þarna Nei, ég sá það En hvað hefur verið svona skemmtilegasti leikur sem voru lýst? Eða ekki smá augljóst var þannig að Jó, kannski Sko allir leikirnir á EM 2016 voru góðir
Aldrei vekja mig Já, bara aldrei vekja mig frá þeim ágæta draumi Það var bara upplifun sem að við munum aldrei upplifa aftur Þú varst náttúrulega bara world famous þarna Já, það var ekki planið Nei. Já, djúið fór það væral maður Já, en það var, þú veist, það var bara Það var stemming Já, það var ótrúlega stemming og bara gleði og í fyrsta skipti sem við erum á stórmóti með kallalandslið og þetta var bara eitthvað sem að er ekki hægt eiginlega að lýsa Þetta var Draumur Já, þetta var draumur í dós Hörru, talandi landslið Ég er í landsliðstreyjuna Þú ert í landslýstreyju? Já, en veistu hver er aftan á bakinu? Ég gæti ekki vita það Hann er mjög tengdur þér Gæti það verið Albert? Gæti það verið sonur þinn? Gæti það verið sonur minn, sjáðu þið Guðmunds Þetta er Matsworn treyja, sko Þetta má ég sjá, Ég sé snúðu það við Ég veit ekki hvað, akkur hún endaði inn í bílskur heima á mér Guðmundsson Já, já Herðu Ég veit Þetta er ekki í undakeppni í HM, eða ekki, sé hana Hvað sendur hérna? Liechtenstein Liechtenstein Þetta er hérna 11. oktober 2021 Já Ég man bara eftir ég sá þessa treyju Ég man bara eftir ég bara þegar ég vissi að vera að koma Ég bara byrju, ég sver að var Albert Guðmundsson treyja upp inn í bílskur þegar pappi elskar að safna treyjum sem sagt Og ég veit ekki hvar við fengum þessa treyju Þannig að ef þið hafi verið að leita þessari treyju Ég held að við alls ekkert verið Nei, allavega Hvar er oktober skýrtan hana? Heyrðu, ég var að fara smá yfir Instagram spurningar Já, gerum það Svo veit ég að fara út í hérna Hvað heitir það aftur? Ég hugsa orðið Já Allavega Rýbrandið Fyrsta spurning er Fyrsta spurning Hvað er, þú veist, má ég skilja þetta? Instagram spurningar Já, ég sem sagt setti Ég setti mynd af þér á Instagram Já, ok, já Og sagði, er ég með spurningar fyrir Gumma Ben? Ég skil það núna Alright, fyrsta spurning er Ef þú hefðir ekki meiðst þegar þú varst yngri Wow, djúp spurning Ok, hvor væri betri í fótbolta á hápunktunum á fyrirlýsinum? Þú eða sonuðinn? Ég verð að trúa því að það væri ég Eða ekki? En eftir meiðslinn sem sagt bara fyrirlið þinn bara ímyndar hápunktin þar Já Hvor var betri í fótboltamæður, þú eða sonuðinn? Albert Já Næsta spurning er alltaf í boltanum Já, já Sko fólk segi eins og hérna stendur bara hæ frá Birgi Inga Þetta eru svo skrýtna spurningar Já Akkur ekki Ég er að lesa þetta í fyrsta skipti líka sko Ok, Þannig að mér langar að alltaf hafa þetta svona nýtt fatturi Ronaldo eða Messi Messi Já, á sammála, vá Uppáhalds moment úr ferlininum Ég held að sé Það er stórt Það er eiginlega 2 2 Ég verði að segja 2 Annars vegar þegar ég spilaði fyrsta landsleiki minn og hins vegar þegar að Það var 94 eða ekki 94, jú Á móti, sko ég er búin að do my research sko Það var á móti United Emirates Yes Og þú skoraðir? Arabísku fyrsta dæmin, já Skoraði eina markið í þeim leik Jæja Og síðan þegar ég var Íslandsmeistari í fyrsta sinn Með KR 99 Hvort þetta meiri KR maður af Valsari? Ég er náttúrulega Þórsari Já, þú veist, fyrir utan Þórsara Ég veit úr þú Akureyri sko Ég var En þú spilaði mest megnis í bænum samt Já, ég spilaði held ég einhver 11 ár með KR og Þannig að KR verður að fá titilin já, sko. ég hef búið líka í kringum KR-völlin síðan 1995 Þannig að ég er mikill vesturbæðingur Já Það kom hérna spurningar lýsa leikjum, við erum eiginlega búin að spurja því Þetta er svona bull spurningar sko Hvernig er að vera Gummi Ben? Það er veisla, skal ég segja þér Guðjón, vilt þú lesa spurninguna sem þú spyrir í hvert einasta spurningaboks? Nei, ekki segja þetta sem ég Hann sem sagt spyr, já, sleppum því bara Nei, spurðu Bara ekki segja þetta sem ég Backstory Í hvert einasta spurningaboks og þetta er búið að koma í hverjum einasta þætti þá spyr Guðjón sömu spurninguna í hvert einasta skipti Hvernig finnst þér að prumpa? Já Mér finnst það fínt sko Já, þú veist, ég held að það er nöðsynlegt Það er gaman Það er bara að losa smá vind þeir líður betur í líkamannum Já Já Hvernig skrifa Það er samt að velja réttu staðina
Hvernig skrifaði þetta orðrétt? Þú skrifar þetta orðrétt. Hvernig er að vera gummiben og prumpa? Spurningum. Honum finnst hann svo fyndin, sko. Hann áttur að grenja hlátur í kvöld, sko, þegar hann hugsa þetta. Herri, ég er með lið. Ég er ekki búinn. Þú ert ekki búinn, já, sorry. Já, ískapastríð. Hver er uppáhalds tónlistamæðurinn? Heyri ekki jazz tónlistinu undir? Já, þetta er fágað. Sko, ég á engan sérstakann uppáhalds tónlistamann. Ég get nánast hlustað á allt, alveg eldgamalt og íslenskt nýtt. Mér finnst til dæmis bara það sem að unga fólkið, bara hljómaði eins og eldgamalt maður, en það sem unga fólkið er að gera í dag, mér finnst það geggja líka. Já. Bara allt, og ég náttúrulega fæ þetta allt í gegnum börnin mín, það sem að það er ekki stíin í bíla þess að þau taki yfir tónlistina og maður hlustar á alls konar. Þau eru á jacknum eins og við kvöldum að. Já, hvað er börnin gömul? Þú ert hvað? 4 krakka? Já, 13 yngsta, 16, 21 og 26. Ertu bara jætt gamall og ég? Já. Ég er 26 ára. Það er svoleiðis. Það er svo 97 baby. Já. Það er rosalegt. Svaka ár. Einn er að gera gott í Ítali og einn er á FM. FM? Já. Þannig að báður að gera geggjað. Ég gera mjög gott. Mjög gott. Ég er með lið. Nei, ok. Þetta er seinum spurningur, ok? Hvernig er hægt að vera svona myndalegur? Ég get ekki svarað því. Ekki láta svona. Sofa vel. Já, það er lykillinn. Heilsur á dagsins Guðjón. Ég ætla að leyfa bara að fara inn að lið. Viltu einhverja spes tónlist? Viðskipta tónlist. Þetta er business spurningar. Þetta er business ráð Guðjóns. Já, alveg rétt. Rýbrandið. Þetta er rýbrandið, sko. Það er eitthvað rosalega snúr, eins og snúran hérna. Hún kemur henni aflaleg frá mér. Ég veit ekki hvað þessi headset eru. Elsku snúr. Ég það er skrifa eitt auka hérna. Þarna er það. Þá er þetta örugglega þitt og þú ert örugglega með mitt, af því að mitt er eitthvað spes. Já, góðan og blessaðan daginn. Veistu hvað, við erum 3, við þurfum ekki 4 headset. Nei, við þurfum ekkert pæla í þessu. Þú finnur eitthvað viðskiptalag og menn í kynni þetta einn. Ég googlaði bara business music og þetta er fyrsta sem poppar upp hérna. Ok, má heyra. Aðalagið. Ok, fyrsta lagi kemur auglýsingin á YouTube, af því að við erum ekki með YouTube Premium. Já, ég var að fá mig YouTube Premium. Er það low budget? Þetta er low budget. Þetta er low budget, sko. Sorry, það er einn auglýsing hérna. Þetta er mesta bara... Er þetta business tónlist? Settu bara þemalagið... Nei, þú mátt ekki spila hann í lög. Ég nefn ekki að vera copyrightaður. Þetta er bara flott. Þetta er flott. Gummi, vilt þú koma með svona sound effect, svona... Þið eru að hlusta á... Rýbrandhornið. Ég get gert það. Já, takk. Býtu, svo er líka með buzzer hana, býtu. Já, heyrðu. Þú getur það að gera. Hvað þú aftur með buzzerinn á það? Þið er að hlusta á Rýbrand. Hvað var þetta? Nei, ég veit ekki, ég gleymi þess alltaf. Ég bjóð þess að buzzer ekki til. Og það er eitthvað podcast hérna sem ég veit ekki hvaða podcast er, en það kemur alltaf eftir þessu. Hlustið bara. Já. Klassi. Og svo ef við hittum hinn buzzerinn. Kemur. Mér finnst það svo gott. Klúðraður svo gjörsalega fyrir gumma mínum hérna. Viltu gera þetta bara nýtt? Sleppa buzzer það? Já, sleppum bara buzzerinn. Sleppum buzzer. Hvað átt hann að segja? Þið er að hlusta á Rýbrandhornið. Þú ert að hlusta á Rýbrandhornið. Já, kæru hlustendur, ég heiti Guðjón Smári og ég heiti með mér hann Gumma Ben hérna og við ætlum að fara aðeins yfir Rýbrandhornið og það sem þú gerir vel, það er að hafa þetta sérkennilega góða nickname. Gummi Ben og við erum að vinna svolítið með þetta konsept og eins og við tölum þú 1000 þjala smiður. Ég ætla aðeins að trufla þig. Hvaðan kom, hvað ertu búin að kalla Gummi Ben lengi? Herðu, ég bara Þetta fór illa í Rýbrandhornið en Nei, ég er bara forröndið núna. Já, ótrúlega lengi. Sko, amma mín heitinn, hún kallaði mig alltaf G-Ben. Já. En annars, já, hef ég eiginlega bara verið kallað Gummi Ben frá því ég eiginlega mann eftir mér. Já. G-Ben. G-Ben. Herru, þú mátt byrja aftur. Rýbrandhornið. Herru, já, þú ert nefnilega 1000 þjala smiður og þú getur greinilega allt og ef að þið langar að gera eitthvað nýtt þá verður samt að halda í þessa gömlu góðu hefð að hafa undir þessa skemmtilega viðurnefni. En það má nú aðeins breytast. Eins og hérna, ef að þú myndir vilja vera Ég sé strax að þetta er að renda eitthvað illa, sko. Ef þú myndir vilja vera maður sem selur vefsíður þá getur þú kalla sjálfa þig Gummi Lén.
Þú getur einnig verið munkur sem er ekkert eðlilega rólegur. Já, eða Gummi Sen. Er ekki svona Nei. Já, heyrðu, ég held að þú færir nú bara af tökkunum. Já, þakka þér fyrir. Ég er að leita svona Þú getur tekið við af Kára Stef og orðið Gummi Gen. Er ekki eitthvað svona Heyrðu, slöktu á þessu borði þarna. Hvað er þetta? Ég er að reyna að finna svona brumt. Já, þú meinar. Þannig að tækla sé er ég að gera þér greiða. Það er nú meiri greiðin sem maður fær hérna. Já. God damn, that's good. Ólafur Jóhann. Ég er hægt að fengja þessu. Við getum notað þetta. Við erum þetta skammar hérna. Gerðu þetta hérna. Þegar það kemur góða brandar og kemur þetta hér. God damn. Ok, þú getur opnað hérna eigin hársnirtistofu og kalla hann sjálfa þig Gumma Gel. Ok. Þú getur orðið handrukkari sem er alltaf að lenda í slaga á djamminu eða Gummi Ber. Það getur líka að vera ávöxtur, Gummi Ber. Nei, ég sé það ekki fyrir mér. Getur líka Ég veit ekki hvað er í gangi sko. Þessi er svo fucking góð. Getur líka alltaf að láta þig hverfa og getur að kalla þig Gummi Fer. Pizzabakari sem kalla sig Gummi Ger. Eða þetta er nú, ég væri helviti skalsað. Ég var svo snemma á morgun. Þessi skrýtna litla hérna gamla, síðasta. En svo getur líka bara að kalla þig Sigga litla Sörensen. Gæti gert það líka. Herðu, Óli. Er þessi liðbúinn? Takk kærlega fyrir þetta. Viðskiptahotnið hér hjá Ólafi á hjóli. Takk kærlega fyrir þessa innkomu. Já, takk. En liður. Ég ætla að taka ykkur. Þú tókst í spurninga frá unga fólkinu. Já. Og ég ætla að taka ykkur í svipað. Jæja. Ég ætla að gera frasakeppni. Jæja. Ég er búinn að gera frasakeppni. Þú segir nokkuð. Já. Og núna er ég að leita á tónlistin minni sem ég finn aldrei. Tínin í hvert einasta skipti. Þannig að ég ætla bara að spila Elevator Music. Er það ekki fyndi? Elevator Music. Guðmundur, ertu með einhverja eftirhermu? Nei. Afleitur er. Ég er svolítið góður með Jón Ársæl. Ó nei. Þú og Pétur Jóhann. Þeir eru með hann. Já. Óli, tilbúin. Ég ætla með henni úr að gera þetta. Já, kæru hlustendur, við erum hérna með Guðmund Benediktsson, betur þekktur sem Gummi Ben, og hér líður honum best að fleta kettlingar við heimakynni sín. Guðmundur, er ég að græta þig? Sko, nú ætla ég að segja það svolítið. Já, þetta var ekki nóg gott. Eða, þú veist, þetta var miklu líkara Pétri Jóhanni að taka Ég veit það Jón Ársæl heldur nótt hjá Jóni Ársæl. Ég kann bara að taka hans útgáfu þessu. Já, við skiljum við hann hér. Ég næði alltaf Pétri vel. Já. Þetta loksins kom það. Bösseranir eru ready og við ætlum að kveikja á Elevator Music. Frasakeppnin hjá Ólafi á hjóli. Hann elskar að koma með svona intro. Ég var við það. Ólafur Guðmundi Benedikt. Er þetta svona í þættinum höfðu líka? Já. Þetta er bara Ég er með túrett. Bókstaflega, pæli í því. Ángrís og hann er ekki svona að djóka núna. Já, maður tekur það bara með sér út í lífið. Já, ég ætla að spyrja ykkur spurningar einhvern frasa frá unga fólkinu eða eldra fólkinu. Þetta er frasabók, þannig að ég ætla að koma með frasa, svo get ég komið dæmi og þið bara, ef þið vitið svarið, þá segið ding. Ding, já, ég segi eitthvað annað þá. Já, eða bara hvað sem er. Dong. Dong, það er flott. Heyrðu, það er geðveikt. Fyrsti frasi. Fyrsti frasinn. Frá hvaða bæ er þessi radísa? Já, það er hérna Dong. Já, herru. Hvaðan er þessi skutla? Ég ætla að segja líka. Sko, þetta er alltaf hægt. Ég veit að þetta er svo hægur takki, sko. Ég er búin að segja því hverju meinast þetta. Ég ætla að laga þetta fyrir næsta þátt. Hlaðvarpið er bara að vera búi, þá bara Heyrðu, á ég ekki eitthvað dæmi? Já. Hann getur ekki einu sinni skipt rúðupiss á bílnum sínum. Frá hvaða bæ er þessi radísa? Já. Ding. Já. Hvaðan kemur þessi aumingi sem ekkert kann? Ég get ekki gefið rétt fyrir þetta. Þetta er bara einhver að þykjast vera gáfaður. Já, það er alltaf læg. Næsti frasi. Næsti frasi. Að gefa langt nef. Dong. Og? Að
Viltu dæmi? Já Kannski hjálpa það Ég gaf honum langt nef eftir hann neitaði mér hvítt Oreo-keks Ding! Hann með svarréttin, sko Já. Þetta að, þú veist að hvernig útskýrir maður þetta? Þetta að vera í fílu við einhvern eða svona gefa langt nema Gjöðu langt sem við notuðum þetta samt Heyrðu, svaretur Ég gef þetta yfir Þetta að gefa undir sig æðruleysi Nei, þetta að gera svona Nei, þetta bara sína óvirðingu Já, ég var að meina það sko Gefa einhverju langt nef, Já Hvar þetta? Hérna Næsti frasi Kaldar eru kveðjunar Já, ding Þetta svona að gefa frá sér kalda kveðju Bara eins og frasin Bara kaldar eru kveðjunar, það að vera að gefa kalda kveðju Já, það er að kveðja með óvirðingu Viltu koma með eitthvað betra svar? Dong? Nei, hvað var ég það? Jú, þú varst með dongið Það vantar allt passion í þetta dong Kalt það Kaldar eru kveðjunar Já, kalt það klara Það að Conny horfði ekki einu snámi Kaldar eru kveðjunar Það að sína smá óvirðingu Það svona ekki beint kurteisi Smá bara svona leiðileg samskipti Já, ég ætla að gefa það rétt fyrir þetta Takk. Þú er komin á blað 1-0 fyrir GBN GBN Þið eru búin að þekkja svo lengi að þið eru fælt að kalla mig bara GB Já, þú Eins og amma. sagði áðan Þannig að mér langar Amma kallaði mig alltaf litla kongaprinsessin Þannig þú getur kallað mig það á móti Ég skil það fullkomlega Hvað kallaði amma þín þig, Ólafur? Bara Ólafur Jóhann Blessaður Ólafur Jóhann Hvernig var dagurinn þinn? Aldrei bara Óli Það er bara svona Óli Jói Einu, tvær manneskjuna sem kalla mig Ólafur Jóhann Er mamma og amma Ég kallaði alltaf Ólafur Ég veit það Og Guðjón núna Heyru, næsta Ég spurning er rosalega þörf til að kalla fólki fyrsta nafninu Já, ég sé það Gummi, Guðmundur, ekki satt Jú, Já. rétt Heyru, það eru 2 spurningar eftir Jæja. Þú getur strax unnið þetta Bara ef nær þessu rétt Það er mikilvæg spurning Haltu í hestana þína Ding, slakað á Það er rétt Úrslita spurning Það er úrslita spurning Herðu, það er úrslit Núna þegar ég finna einhvern góðan frasa Ég er með svona 50 frasa hérna sko Jæja Ok Hérna er það Að éta sokkin sinn Ding, Dong Ding var að geta sokki sinn Það er að hafa rámt fyrir sér Ég þarf að nákvæmara svar Að hafa rétt fyrir sér og einhver annar hefur rámt fyrir sér Ha? Nei, ég veit það ekki, ok Gummi, veistu þetta? Það er bara mitt svar Það er að þurfa að draga eitthvað tilbaka eða þess áttar Svona viðurkenna mistökin sín Já, það er bara hár rétt hjá þér. Já Guðjón, þú ert the loser í dag Nenni ekki að vera þetta maður Þú stóðst í vesam Þú stóðst í Já, mjög takk maður, sömulegis Öðru sæti Það var heiðarlegur og bræðralegur leikur Það var það Herðu ég með lið? Já, ertu ekki hana brandarhóðni? Nei, við ætlum að enda á því sko Ok Já. Við viljum ekki maðurinn fari hérna Ég held að það hefur aldrei verið jafn margir liðir hérna, sko. Ég er með 1 lið eftir Þessi liður er ekkit sérstaklega til gestsins Þetta er bara hérna spurninga til Guðjónsmára Já, þetta er liður sem hann bjóð til fyrir sjálfan sig Já, ég vil svona ef þið eru með ráð eða eitthvað Já. Þetta er bara svona umræðni sem ég vil líka fara í Já, Akkur borða ég aldrei fyrri partin af deginum Ég gleym alltaf að borða morgumat Og svo enda ég að borða allt og mikið kvöldið Hvað er málið með það? Djúl getur maður verið ruglaður Þú ert að senda þetta sjálfur inn á sjálfan þig Ég skrifaði þetta bara ég vil lýri svo að við erum bara einhverju sjálffræðingar sko. Sko, með hvað ég heyrði hérna áðan Já, ekki kíkja Nei, ég er ekki að kíkja alls ekki Þá mundi ég ráðleggja þér, af því að þú talaður áðan að þið hefur verið að taka upp klukkan 10 10, já sem hefur verið óbóðslega snemma og síðan eru farið aftur að hvíla þig Ég held að þú þurfa að byrja daginn fyrr Sammála, og borða þá sammála Takk. Ég held að þú er að byrja á því, prófaði það í nokkra daga allavega og þá sjáum við til hvernig gengur Já, þú segir nokkuð Talaði við mig aftur þegar þú ert búin að prófa þetta í eina viku Eina viku Já, byrjum á því Spurning 2 Hvenær ætla ég að læra að hlusta á mömmu mína? Er ég bara með svona mikinn mótróa eða? Hvað er eiginlega í gangi? Eru menn hægir eða hvað? Shit, sko Ég veit ekki hver í gangi stundum sko.
Hvað, hún hefur alltaf rétt fyrir sér. En samt ef hún segir, Guðjón, þú er að gera þetta. Nei, það ger ég ekki. Þetta er mikil mótfrói. 1/10, hvað sem mikil idiot. Það er allavega Já, ég veit það, sko. En svo bara, ég fæ svo mikið mótfrói á móðum mína, sko. Ef hún segir mér að gera eitthvað, þá ger ég það ekki. Þú lærir það. Þú ert bara 26. Ég er bara 26. Maður er ennþá bara barn. Maður hélt alltaf, sko, þegar maður var yngri, einhver sagði, ég er 26 ára, þá bara, þessi gaur er með allt á hreinu. Þessi veit nákvæmlega hvað hann er að gera. Svo er ég bara hérna, herðu, næsta spurning. Ég veit ekki ennþá hvað borgarlínan er. Og á þessum tímapunkti er ég bara ofhrættur að spyrja hvað það er. Við erum bara sjálfræðingar hans. Já. Þú múin að taka eftir því. Borgarlínan er ekki tilbúin. Nei, hvað er hún? Þannig að það þarft ekki, og ég er ekki viss að þú þurfur að hafa ágjur að því. Nei, hvað er það? Ég er bara alltaf að tala borgarlínuna. Almenningssamgöngur sem að eiga að vera fyrir okkur, borgarna, og gangi gegnum alla borgina og upp í Keflavíkurflugvöll. Það er ekki borgarlínan sjálf. Það er síðan annað sem að þarf líka að fara að skoða. En er þetta bara nýtt strætókerfi? Já, þannig séð. Basically bara mini-lest. Hvað er fólk að pæli þessu, maður? Hver er að pæli þessu? Ég held þú þurfur ekkert að pæli þessu. Nei, held nefnilega ekki, sko. Hvað er fólk sitjandi heima á sér að pæli framtíðar strætó á ekki orðstundum með hvað fólk getur verið leiðilegt? Þetta er alltaf að heyra fólk kvarta undan borgar. Það er ekki fóð að gera borgarlínuna. Hvað er ekkert að frétta? Þú veist, sumið þurfa að vera kvart. Köftuðu PlayStation? Ég held að það má ekki kvarta svona mikið svona menningarlegt á FM, þannig að hann er að gera það hérna hjá okkur. Já, það er enda svo leiðis líka. Voðalegri lélegur að setja hluti í kalender. Hvað er það eiginlega? Hvað er að frétta? Er ekki alltaf lagi heima það mér? Sælir. Erum við bara dagbókið að segja? Nei, ég er bara með umræðu hérna. Já, ert þú duglegur að nota kalender? Ég set mjög mikið í kalender. Ég er alltaf 2 og 3 bókaður einu sinni í viku. Ég er bara mjög duglegur í kalender. Þú sjá kalender á mér, eða? Wow. Þú ert líka svo busy, maður. Busy man, maður það gerist allt hjá mér á sama degi alltaf. Reyndar, það er heldur góða punktur. En þetta er ekki flókið dæmi. Nei, ég veit það. Þetta er bara, ég gleymi alltaf. Já. En ég með 2 hérna í restina, við getum farið hratt í gegnum eða bara sleppt þeim. Hvað segir þið? Komdu með bara hratt í það. Til í eina allavega. Allavega. Þessi hérna, af hverju klötsaði svona feitt undir pressu í Fortnite? Sæli, sko. Hvað er eiginlega málið með það? Hefurðu prófað Fortnite? Ég hef ekki prófað, en ég hef hort á það. Já, hvernig finnst þér það? Af því að dætu mín að spila það stundum heima. Já. Og ég hef ekki lagt í það ennþá að taka upp byssurnar. Nei. En ég hef alveg lúmskaman að því, sko. Já. Ég er ekki góður í mörgu. Ég er mjög fínni í sumu. Já. En bara í Fortnite, það er bara eins og ég sé með masterskráðu. Þar lifi ég. Er það mistari þar? Ég er mistarinn í Fortnite. Já. Það er bara svona, ég er það góður að það er svona hálfvandræðalegt. Já. En síðast er bara hvort er swag að vera hægri sinnaður eða vinstri sinnaður? Swag skiptist ekkert á milli hægri sinnaður eða vinstri sinnaður. Það er rétta svarið. Guðmundur. Takk. Ég ætla að taka ykkur í smá keppni núna, ok? Það er keppni með Ólafi Jóhanni. Svaraðu rétt þessari elfriðu keppni og fáðu verðlaun. Cool bet. Það fær engin verðlaun, sko. Nei. Allavega. Bara heiðurinn. Já, þetta er skemmt. Þetta er Brain Freeze. Brain Freeze. Guðjón hefur þú spilað það? Spilaður? Nei, ég hef ekki spilað það. Ég er gríðarlega lélegur í því. Hann er mjög lélegur í því, þannig að þetta er... Ok, þannig ég er góður. Já, góða möguleika. Bara ef þú tapar, þá er það vandræðalegt fyrir þig. Þetta eru 3 spurningar og þið fást eins og núna tökum dæmi. Ég segi bara nöfn, íslensku nöfn. Þá byrja kannski Guðmundur. Þið skiptist. Já, og þá segir þú. Ok. Þú ert líka með, Ólafur. Vilja ég verið með? Já, við erum 3 í þessu. Já. Heyrðu, ég skal þá bara byrja. Við erum ekki að skilja þig út undan hérna. Nei. Og setjum svona intense music. Já, intense. Þetta er erfið keppni. Hún er spennuþrungin. Alright. Hvað gerist næst í spennuþrungni keppni Ólafs? Ég ætla að leyfa þér að byrja. Ok? Já. Og við förum bara inn á hringinn. Hringurinn fer. Og fyrsta er lönd í Evrópu. Ítalía. Ísland. England. Andorra. Danmörk. Spánn. Finnland. Slóvakía. Svíþjóð. Skotland. Slovenia. Danmörk. Ég er búinn að segja Danmörk. Guðjón tapaði. Þetta er mjög Ég vissi að þú myndi segja Ítalía fyrst, ég veit ekki af hverju. Já, ég vissi af hverju. Já. Ertu ofta á Ítalía? Ég vildi óska þess að ég væri oftar. En, jú. Já. Reyna að fara. Ég var bara á Ítalíu fyrst skipt daginn. Ég er nú ekki ofta á Ítalíu.
Þú varst í Róm, já. Já, bara í einn dag. Með konunni Það var, hvað er samt máli með pasta á Ítalíu á að vera eitthvað geðveikt? Það er allt öðru sem ég bjóst við. Það er svo þurrt, geitostur. Þau náttúrulega megi ekki nota hann hráefni. Það skiptir samt bara máli hvar þú ert á Ítalíu. Þú veist, það er Ég var á veitingastað aðaltípana pasta í þessu héræði og það er allt öðru sér heldur en síðan í Róm eða Napoli eða hversu hún fer. Ég var á veitingastað og ég kíkti út gluggan Colosseum. Það var þannig veitingastæður. Wow, það er gott pasta. Já, það var ágætt pasta. Er tilbúin í næsta? Guðjón, þú mátt byrja. Ég byrja? Nei, ég byrja. Þú byrjar. Og þetta eru hlutir sem þú finnur á skíðasvæði, okay? Ég ætla að byrja að segja snjór. Skíði. Fólk. Hjálmur. Snjór. Ertu hvað? Ég byrjaði að segja Ertu að grínast eða? Ég sagði snjór. Þú sagði það ekki neitt. Ég sagði það í fyrsta. Það var fyrsta orð. Rewind it. Spóla tilbaka. Heyru, byrjum bara på nýtt, ok? Spóla þetta. Var. Takk var ég á það. Það eru 15 sekund, ok, byrjum bara aftur. Ég skal byrja. Snjór. Nei, já, fólk. Vettlingar. Skíðaklossar. Skíði. Skíðalifta. Stafur. Hamingja. Ást. Franskar. Vinátta. Brekka. Skíðakofi. Mjög alvarleg slys. Sjúkrastofa. Sjúkrabíl. Bara stemmari. Skíðakennari. Bjór. Bara fjör. Almenn orð sem Ég veit það. Þú getur sagt bara hvað sem er. Guðjón tók tapið hana bara. En ekki, hann sagði snjór. Ég er eftir að gefa það sens. Retting maður. Súrefni. Hamingja. Getur sagt alla tilfinningar í heimi, sko. Reiði. Sorgvast. Herru, ég byrja. Guðjón, þú ert eiginlega búin að tapa hann. Þetta er basically eiginlega keppni mitt lokkar núna. Já, ég ætla að redeem myself. Ég ætla að totally redeem myself. Alright, þetta eru hlutir inn í bíl sem þú finnur inn í bíl. Eitthvað, stýri. Öskubakki. Bluetooth tenging. Svona sígarettu. Svona Ertu eitthvað þroska? Nei, hann er með hitt. Ekki öskubakki heldur hitt til þess að kveikja í. Hann er að meina það heldur. Ég var bara heyrður ekki hvað maður að segja fyrir 5 sekundum. Hvað helst ég var að segja? Nákvæmlega sama hann. Já, þetta er í bílum. Við höldum að fram. Ok. Handbremsa. Bremsa. Hanskahólf. Stefniljós. Ökuskírteini. Já, herðu, svona til þess að sjá ekki sólina. Ok. Skygni heitir það. Skygni. Aftursæti. Spegill. Framsæti. Skott. Aukadekk. Alls konar svona hólf. Alls konar hólf. Já. Ég leiði það. Ljós. Já, ljós. Já, bara, þú veist, hellingur fleira. Já, þú ert að gera. Já, bílstóll. Útvarp. Geislaspilari. Já. Shit maður, ég veit ekki meira, sko. Haha, ég totally redeem myself. Guðjón, þú varst í öðru sæti. Já, nei, brons. Ég var silfur. Gummi Ben með gullið hérna. Hér á FM. Heyrðu, ég var að fara og klára þetta þá bara með þínum liðið það. Já, hann er ekki langur, sko. Já, alltaf. Sko, mér finnst það. Þetta er nú ekki fyndið. Ég hafði svolítið gaman að þessu. Því ég var heima og hérna. Vildur að ég myndi lesa þetta? Það væri nú, mér myndi finnast það skemmtilega. En þú þarft þess ekki, sko. Ég get það. En þetta fer þannig fram að ég ger alltaf spurningabóks á Instagram fyrir hvað þátt, svo hlustendur geti gefið gestunum brandara. Og þeir voru margir sem voru bara eitthvað svona eitthvað pilsner og eitthvað svona bull bara, og það var ein sem að mér fannst svo standa svo skemmtilega upp úr, þannig ég var að skrifa það niður og ég ætla að bjóða þér að lesa hérna. Stendur undir Brandarahot Gumma Ben. Já. Verið velkomin í Brandarahot Gumma Ben. Take it away. Hvað er málið með hann að Gumma Ben? Mikið djöfull getur hann öskrað. Hvað gerir hann eiginlega næst? Öskra upp í raskati á sér? Ég veit ekki hvort þetta er Instagram fylgjur eða hann að skrifa þetta því að hann er að deyja sjálfur á hlátri. Nei, það var bara einhver sem sendi þetta á mig. Var þetta liðurinn? Já. Var þetta bara einn brandari? Það
Það var bara eitt brandari Ég held þetta eru svona 5-6 brandar allavega Hann talaði þannig í byrjun Ég veit eins og að það væri gaman að ég myndi lesa upp alla brandarana hann var bara með þennan Líka bara alla brandarana Já, Guðjón, ertu búin að fá hana Ertu búin að fá líður betur Þetta var bara með því betra sem ég gert á þessu ári Þetta var skemmtilegt fannst mér Já Hvað Það er nú meiri helgis brakkar Hann er með svo mikið galsastundum sko. Þetta er meira villisann maður En vaknaði svo snemma hann vaknaði snemma og búin að vera að í allan dag Veistu hvað ég gerði í gær? Nei Það er oft sem maður tekur til Og þú tekur það ekki að mér Það er snirtilegt heima hjá mér Ok Og hérna Býrðu einn eða? Ég bý með vinkonu minni Já Og hérna Við erum meðlegendur Við vinirnir Alltaf að sprella og djóka og svona og Ég skal trúa því Ég má trúa því Eftir að hafa búin að tala við hann í 50 mínútur þá getur þú trúað því vel Já Og hérna Já og ég tók ekki bara til í gær Ég þreif íbúðina Og þú veist Og að koma heim Þetta er allt annað Þú veist ég fekk mann heim Til þess að Við erum bara sálfræðingar Til þess að gera við þvottavélina mína Þvottavéli mín Gummi Hún bilaði og var biluð í 10 daga Það er ekki leiðilega en það Þú veist það er bara fjall Af þvotti heima Og vélin er bara alltaf í gangi Ert þú svona snirti pési eins og Guðjón? Ég væri til að sjá þetta fyrst áður en ég set stimpilið það að Guðjón sé þessi snirti Ég er bara með vídeo Hann er með vídeo Hann vissi að við vorum að fara að questina þetta Þannig að hann ákvað Ég hef aldrei séð hann bara grípa síman sinni að pratt En það er skemmtilega þegar það er snirtilegt Já, sammála Í kringum hann Ég er ekki með sönnun fyrir því En ég er fullt á öðru í símanum sem ég get sýnt ykkur Nei, þetta er svo læg Ég Ertu að horfa eitthvað raunverulega þætti? Góð spurning Ekki mikið, nei Nei, ég var alltaf á þeim vagni Að hver er að horfa á þetta helvítis raunveruleika drasl Ég er ekki á þeim vagni Mér er alveg saman að fólk horfir á Nei, ég er ekki að segja þú setja honum Nei, guð, gummi minn Ég var einu sinni þannig Já. Einu sinni var ég bara hver er að horfa á þetta Svo sá ég þætti Ég var kynnt fyrir þeim Sem heitir X on the Beach Þá er þetta sérst fullt af svona single hot babes Sem öll að fá sig kaldan Og er í sleik og Svo alltaf upp úr vatninu Kemur fyrirverandi einhvers af þeim Og þetta er bara Upp úr vatninu? Já, kemur alltaf svona Þau er alltaf á ströndin eitthvað svona Oh my god, there's gonna be a new contestant Labba bara, wait a minute, is that my ex or something? Þá er þetta allt bara fyrirverandi hvers annars Og það væri svo mikið drama Þá fattaði ég, þetta er það skemmtilegasta sem ég veit Og ég dott inn í þætti núna sem heita Love is Blind Hefur þú kannast eitthvað við það? Ég hef heyrt þetta nafn Ertu mikið á Netflix? Já Þeir fara þannig fram að það er hópur Eru þeir karlmanna Ha? Þeir eru þar Ég elska hvað þetta er búið að breytast í að við erum að segja gummaböðum frá raunveruleikar þáttum sem við erum að horfa á Já, þetta er frábært, þetta virkar þannig að það er hópur karlmanna, hópur kvenfólks og þau eru öll í svona litlum svona klefa og þau eru að kynnast hvort öðru án þess að sjást, það er bara svona skjár fyrir Jú, ég hef örgulega séð úr þessu og þetta er það heimskulegasta mesta bull sem ég hef séð og það er svo gott að horfa á þetta Já, það er mjög gaman Já. Mæli með Ég skal kíkja á þetta Þú skal kíkja á þetta, það er í einum grænum Þegar ég kem næst, þá er ég búin að Þá ertu búin að kíkja á þetta Nýja serían er í ruglinu Hefur hort á hérna Too Hot to Handle Hann er ekki búin að horfa á neina raunveruleikar Það fyrir þannig fram að þau bara sækja eftir bara nú viljum við bara pardon my French afsæki bara dónaskapin í mér þau leita bara fólki með mestu náttúru sem til fólk bara sendir inn bara umsókn bara ég er ógeðslega horny la 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 svo búið að safna þessu fólki saman segja bara við erum bara að reyna að gera bara sick raunveruleika þætti þetta er á Netflix sko, þetta er ekkert eitthvað svona skrítistöf þau eru bara eitthvað kynnast liði og fá aðeins utanum hann og svona og svo kemur ljós að þetta er ekki þáttur sem þau halda þessi að komi þetta er þáttur þar sem að þau megi ekki gera neitt þau megi ekki kissast eða sofa saman eða neitt þá fer svona peningur úr svona bunka Segjum að það er $100,000 í vinning fyrir hvert kost fara -$3,000 frá öllum þannig að það er allir að passa að allir séu frekar að kynnast á an emotional level þetta er gott stöf líka sko Naked Attraction, hafið þið séð það? Það er geðveikt Ég hef séð það
Hefurðu séð það, Óli? Nei, ég hef ekki séð það Það virkar þannig, það er bara allir á tippinu Ó nei Það eru bara allir á limnum Það er bara 2 konur sem Kallarnir eru bara Þeir eru bara Þeir eru á limnum Þeir eru á En limnum. konundar eru líka bara berar Já, en þú veist svona Það sem ég hef séð mest af Þá er þetta bara, þú veist, það er svona Þeir svona herra og herra Sést meir og meir í manneskuna Það byrja bara á limnum Og þau svona, já, Byrja bara fæturnir Byrja fæturnir, svo fer þetta ofar Hún þarf að henda einhverjum út Já, hún þarf að Og henda síðan einhverjum bara hækkar alltaf Og síðan er bara Það Þú er fær ekkert að sjá andliti fyrir en bara síðast Og það er bara einhver með micro Og hann er bara out Og þá er þetta bara búið, bara right now Það er bara búið því Það er miður bara take this micro ass out of this kitchen Herru, þetta er komið úr ruglina Já, nú ertu alltaf komið nóg að raunveruleika þáttum En ég verður með nokkra spurningar í endan Bara almenna spurningar sem ég bara langar að vita Jæja, Hvað til er mín það? eða hans Til Gumma Þú ert búin að fá þessu spurninga Já Hvað er það skemmtilegasta sem þú hefur lent í Og það er banna að segja EM 2016 Já Ég held að skemmtilega sem að ég hef og er í er að vera faðir Já, við tengjum ekki Nei, ekki ennþá ekki Nei. sem ég veit af allavega Ertu ekki orðin afi? Jú, tvöfaldur afi Já. Tvöfaldur afi Og það er jafn gaman líka Til að hafa mikið með það Til hann Takk ekki með fyrir. það Guðjón, þú ert náttúrulega jafn gamall og elsti sonur Já, ég hef ekki barn Ég veit ekki betur en það lítur út fyrir að það sé ekki neitt á leiðinni Nei, allt er læg með það Hvað er drauma ferðalagið þitt? Jæja Bara ef þú mætti fara hvert sem er í heiminum Og tunglið Helst á jörðinni Já, helst á jörðinni, já, ég hef engan áhuga að fara á tunglið Ekki heldur. Ég held að sé ekkert að gera þar Ég er svo lofthrættur Draumaferðalagið mitt væri að ég væri helst til í að fara bara alla Ítalíu taka svona mánuð Taka bara alla road road trip og spila golf og, Mikil golfari já, ég er mjög gaman að spila golf og bara borða gott, spila golf og fá sér Ískaldan gott vín Gott vín Gott Já. vín Raut eða hvít Rautt alltaf Já, same Ég fíla ekki hvít sko Nei, ég er ekki þar Ég er bara hvorut sko En sko þegar ég drakk hvítin í fyrsta skiptið Það var í brúðkaupi hjá systir móður minnar Og það kvöld endaði þannig Eða sko Ég ældi sérst, ég var gist í stofunni hjá mömmunni Gist í stofunni hjá mömmunni Já. Og ég þú veist Ég var bara 17 ára eða eitthvað Stalst í svo mikið hvítvín í einhverju brúðkaupi Og svona skólaði niður mig Og hérna það var æla út alla stofuna Og leiðina af baðherberginu Og svona yfir baðherbergið Og ég vaknaði móðum mína sem held ég væri án holdsveikur Því ég var grænn í framann En þá var ég náttúrulega búin að sofa í gubbinu sko. En þá var líka 17 ára Ástu 17 ára, þú ert vitur maður í dag Já, ég er nú vitinu nær í dag Viturinu nær Maður er svo þroskaður í dag sko. Já, heldur betur Hvað pirrar þig mest? Hvað fyrir mest í tauganar á þér? Það er ekkert sérstaklega mikið sem pirra mig sko, satt að segja Umferðin? Nei, Nei. umferðin pirra mig ekki neitt Það er gott að vera umferðinni Mér líður bara vel með sjálfum mér og þó ég þurfa að sitja eitthvað í bílnum eitthvað lengur, það trufla mig ekkert Nei, sammála Kannski trufla mig ekki mikið en þá sem að get ekki verið á réttum tíma Réttum tíma, það er gott svar eins og ég sem mætti hérna seint á hann Það truflaði mig samt ekki Jæja. Það eru 2 spurningar eftir hjá mér 2 spurningar, næst síðasta spurningin Hvað var, þegar þú varst sem sagt yngri fótboltamaður Hvað var þitt draumalið að fara í? Leeds Man U. Ég myndi segja að það hefur verið Barcelona 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 Og algjör uppega núna ef þú hefðir ekki verið fótboltamaður mættir ekki gera neitt tengt fótbolta slísa leikjum, þjálfari eitthvað hvað hefur þú gert þegar þú var yngri? Hvað hefur þú byrjað að vinna við? Það hefði líklega ekki mátt vera einhver önnur íþrótt heldur eða? Nei Bara ég ætla að banna allar íþróttir Já, veistu að ég
ég hef aldrei leitt hugan að því hvað ég hefði annað gert því að ég eiginlega bara vissi það Eina sem þú vildi gera væri frá eitthvað því að ég var íþróttir. algjört vergur að ég var að fara að gera eitthvað tengt íþróttum og ég er búin að vera það heppinn bara með það að geta verið ennþá í því eitthvað tengdur íþróttum og hérna Annars getur alltaf rýbrandaði ég nefnilega Þú ert kominn með fullt af hugmyndum. fullt af hugmyndum en Þú væri flottur ég hef ekki grænan ég hef bara verið Bakari Sko, ég hef ekki verið sko ég skal segja það Þjónn. Nei já, veistu að ég held í alvöru Flugmaður Þú ert reynda mjög frekar flugþjóð Þú ert mjög ég er svo fagmannslegur. gaman að hitta nýtt fólk á hverjum degi og Spjalla og eitthvað vesenast þú ekki fá þér annað rauðinsglas Kaffi? ég er alltaf að peppa Já. Kaffi, veitu ykkur kaffi hérna? já, Ég get alveg sagt þetta, það væri gaman að fá Gumma Ben upp í hálóttunum, sko ég held Já. að ég væri góð þar Það var eins og þegar Helga Braga var einhvern tímann í svo flughrættur sko hún er ennþá Hún er ennþá, sko. Þá var ég að fljúga til Póllands og hún var svona að róa mig niður með því að vera Brynhildur úr fósbræðurum Þá bara ég hugsaði bara með mig þetta er Besta fluga æfiðina hún gerði ekki bara slæmt flug betra og það bil meir Nei, sko, ég er flugþjótt líka, sko, ég vinn hjá Hann er flugþjótt Já, þannig að ég flýg heiminn framann vel gert Einmitt Ameríku og Evrópu heiminn framann Jæja Allt í lagi, en ég man, sko, við förum alltaf á námskeiðar og byrjum að vinna hana Fyrsti dagurinn, það þekkist enginn Hver önnur kemur hann og lætur alltaf öskra Öskra? Helga Braga Það er hún bara öskriði Hún bara, ja, kóttu, mér andar eitthvað til að koma upp Svo bara öskra hún bara Nú áttu að gera þetta Já, þetta er mjög sniðt Hún er mjög góð í þessu brjóta ísinn Og þetta var mögulega bara skemmtilegasti 4 tímar ævi minna, sko Já, elsku konan Hún er skemmtileg Hún er frábær Ert þú með einhver loka skilabóð? nei, ég bara nei, jú Já ég Hvað er ég næst? bara viss með það Hvað er næst hjá Gumma Ben? sko, næst hjá mér er að ég er að fara í smá gig hjá fyrirtækinu klukkan 5 og síðan er ég að fara að lýsa meistaradeild bara klukkan 8 Hvað er leik? Jæja. Arsenal? Napoli, Barcelona Anna? og þannig að það er bara það sem er næst hjá mér og ég held að sé bara ágætt að taka bara nánast einn dag í einu Hvernig spáru leiknum? sko, Napoli fekk nýjan þjálfara í gær Já, þannig að og as a betting man myndi ég setja á Barcelona já, en ég held að það gæti gefið þeim smá kraft og Barcelona-liðið er bara ekki nægilega merkilegt í ár. Reyndar Napoli ekki búið að vera sérstaklega merkilegt en ég er á heimavelli og ég held er vinni. Já, takk, þá við sjáum núna þess áttur komin út eftir þetta þannig að við vitum ekki, Guðjón? Það vildi ekki spyrja hvort ég segi mig eitthvað loka skilabóð. Já, Guðjón, ertu með loka skilabóð? Þið með að sjálfsögðu hlusta á útvarpsþáttinn minn Grjótið á FM 957 milli 12 og 4 á laugardögum en þá er hægt að hlusta líka á gamla þætti á Vísi og podcast-öppunum. Takk kærlega fyrir þetta. Já, bara takk sömuleiðis. Guðmi, takk kærlega fyrir að koma. Takk sömuleiðis. Það var heiður að fá þérna. Guðjón, takk fyrir að vera my beloved co-host í dag. Anytime. Annars segi ég bara takk allir fyrir að hlusta. Eigið góðan dag og bless í dag. Bye. Takk sömuleiðis.